Þetta sagan fjallar náttúrulega munaðarleysingjann Oliver Twist sem hefur verið beittur miklu harðræði alveg frá fæðingu og þetta í rauninni hans leit að ást og hlýju og svo auðvitað hans ævintýraferð og hann lendir náttúrulega í slagtogi við þjófagengi og glæpamenn og hann lendir í ýmsu. Þannig að við þurfum bara að fókusera á meira hvað við erum að segja, taka okkur út þegar við erum að segja það og einmitt bara vera meira kyrrð. Þú veist eins og þegar þú ert á milli, allt það, bara stimplum það betur, aðeins verið kyrrð. Þetta er orðið bara of hratt. En þetta eru náttúrulega 45 manns og það er svona, þetta tínist inn, verður að tínast inn alla þessa viku og líka næstu. Mikið fjör með 25 börn og 45 manns á senunni. Það er ekki leiðilegt. Nú er þetta allt að smella. Á fyrsta reynsli í gær, allt með öllu. Þá stöndum við svona sitt hverju megin við. Já, en ég vildi líka. Ég hef verið mikill aðdáandi þessa verks og líka tónlistarinnar og man eftir að hafa hlustað á þessa tónlist alveg frá því ég var pínu lítil. Loka stöðu og afspil, onni, með Stínu og... Það er líka hættulegt og sorglegt í sögunni. Mér finnst Selma bara frábær. Það er mjög góður andi, mikill spenningur í loftinu. Þetta eru náttúrulega ógeðslega margir detailar sem hún þarf að passa. Já. Og og mér sýnist, það eru 2 vikur í frumsýningu og mér sýnist þetta bara að vera á rosalega góðu róli, sko. Við höfum einfaldlega ekki tíma til þess að vera að fara í þessar senur sem er búið að leggja. Nú þurfum við bara að skerpa á því, ekki koma eftir helgina og við tökum 2 skref aftur á bak. Það bara er ekki boðið, það er ekki tími til þess. Núna alltaf áfram, það var miklu betri í dag en í gær, frábært, bara meira svona. Oliver Twist er ekki svona sérsníðu barnasýning, þetta er fjölskyldusýning, fyrst og fremst. Já, af hverju ekki að tækja í það?